herru, við erum bara komin í matmenn eina fyrir menn. Já, mættir. Já, stúdíó Hlaðberg. Hlaðberg, Viktori. Viktor Snillingur, tækniborðinu, heyrnartólínilegi. Hans væri ekkert í gangi og engin þættu komin út. Eða ekki? Nei, ég hugsa ekki. En við erum með góðan gest í dag, eins og alltaf. Já, takk fyrir að vera með. Já, bara takk fyrir komuna. Ólafsdóttir. Já. Það passar. Pastry Snillingur. Já. Konditor. Konditor, já, það passar. Einmitt. Og það er bara fyrsta spurningi, hvað er konditor? Herðu, konditor er eiginlega bara svona smá mitt á milli bakari og kokkur. Og þetta eru eftirréttir, náttúrulega, en ekki brauð. Þú veist, þetta eru kökur, eftirréttir, sykurstyttur, alls konar tengt því. Já. Croissant, vínabrauð, allt svoleiðis. Þetta er sem sagt lati bakarinn, ég er ekki að fara að vakna klukkan 5, 4, 2 og ég er ekki að fara að standa 12 tíma á vaktir, sko. Út af ég get bara mætt og preppa og já, það make a sense. Hvað ertu þá lengi á vakt? Vanlast bara, þú veist, 8 til 4 eða 10 til 6, ég gert allt það. Bara virka dag og frí helgar? Já, virka dag. Jú, ég tók nú aðra hverja helgi, þú veist. En þegar ég byrjaði að læra hins vegar, þá byrjaði ég sem pastry chef og þá var ég að taka þessar 12 tíma vaktir, sko. Og varstu bara strax ákveðin í því að fara þessa leið? Í eftirréttaleiðina, kökuleiðina og svona pastry-leiðina? Alls ekki, sko. Nei? Bara þegar ég var í grunnskóla, það var náttúrulega alltaf bara eitthvað, það var bara bóklegt, kannski eins og þið þekkið. Þú veist, það var ekki mikið verklegt allavega fyrir mér og... Ég fekk aðeins í grunnskóla, ég fekk aðeins í heimilisfræði að baka og gera eitthvað. Já, það er enda rétt. En eins og afi minn, hann var bara eitthvað, já, þú verður læknir og lögfræðingur og eitthvað. Þannig að mér datt eiginlega ekki í huga að ég myndi fara þessa leið, en ég elska alltaf að baka og bara bakaði fyrir ammæli og fermingar og allt svona, bara fyrir systkini mín og eitthvað svona. Og laði alltaf eldur sig bara í rúst, sem mamma þurfti alltaf að þrífa, en það var mjög gaman. Og síðan fór ég í menntaskóla, fannst það ekkert skemmtilegt, hætti menntaskóla og þá sá ég auglýsingum með aðstöðu í eldhúsi. Og hvar var það? Það var á apótekinu. Já. Og já. Þannig að þú fórst að spreyja rósir og... Spreyja rósir og gera karamellukrængi og fleita eftirréttum og eitthvað. Þannig að ég kom þar inn og það var einmitt bakaraperrin í mér hana, og það var eiginlega bara ekki aftur snúið. Þannig að Ég á erfið með hann að bakaragæja, þú veist. Mér finnst alltaf óboðslega leiðilegt að baka. Mér finnst geggjað að elda, en að baka, það er alveg, þetta er svo mikið þolum með þessu hérna. Ég er mitt og milli, sko. Já, ég veit að Beggi er mitt bakari og sagði mitt í þáttinu okkar við hann að þú væri svona meiri bakara. Ég get alveg bakað, sko. Ég veist það alveg skemmtilegt. Þú eru snýttur út af einhvern bakarar ekkert mann. Ég baka samt alveg bara brauð og svona. Ég hef ekki mikið kökum og eitthvað svona báböns og eitthvað svona allt brauðtengt, sko. Þetta er náttúrulega bara, þú verður að fylgja uppskriftinni og þú fylgir ekki uppskriftinni að þú ertu bara fókt, svona semi, sko. Já, og það er líka bara nákvæmnin maður og gerið og þetta er vísindi, þetta er skemmtilegt. Þetta er 100% vísindi, sko. Kannski það sem ég finnst svo leiðilegt, það þarf að fara nákvæmlega eftir einhverju. Já. En hvað greip þið svona? Var það strax bara eftir þetta bara kökurnar og bara þetta sæta súkkulaði og Nei, þetta er sugar rush. Sykurinn. Já. Ég held ég hafa bara alltaf verið svo listræn, þannig að náttúrulega bara oftast sagt úr annarkvort bóklegur eða listrætt, skilur. Já. Þannig að mér fannst ég alltaf vera listræn og að búa til eitthvað sem er líka gott og bragð og gleður aðra, það var alltaf mjög skemmtilegt. Já. Okay. En þú þurftir náttúrulega þá líka að fara í gegnum allt kokkanámið og gera allt þitt líka og... Já. Þannig að þú ert ekki bara í eftirréttunum. Nei, ég líka brúðatertur og croissant og Já, súkkulaði. en þetta er í rauninni bara sama nám samt, þú tókst bara kokkin allan, eða ekki? Nei. Þú tókst ekki kokkin? Nei. Nei, þannig að þú ert ekki kokkur? Nei, ég er konditor. Já. Konditor er annað. Já. Þú ert ekki konditor. Nei. En hún náttúrulega var í kokkalandsliðinu og þá ég gerði bara ráð fyrir að hún var í kokkur. Nei, en þau þurfa líka að hafa pastry chef og ég rauninni það ég pastry chef, skilur. Ég fór til Danmerkar að læra að vera konditor út af því að konditorinn er ekki kendur á Íslandi. Það er bara kokkurinn og bakarinn. Þannig að Okay. Hvað er það langt nám í Danmörku? 4 ár.
Ok. Þannig að þetta alveg, já. Varstu búin með eitthvað hérna á Íslandi grunn fyrir það? Nei. Það ekki þannig? Nei. En eins og með bakaran, þarf það fyrst að taka eitthvað í bakaran til áður en það fer í kontorinn? Nei. Okay, það ekki ég þannig. Bara fara að vera í kontor, sko. Já. Hvert fórstu í Danmörku? Ringsted, heitir það. Já. Pingu lítill bær í Danmörku, en okay. já. Þú snakkar dansk? Nei. Spísi dansk. Já. Danska fucking erfið, maður. Nei. Jú, ég náði, ég skil hana. Bakar það kemur að smöbu. Já, einmitt. Smörböð? Já. Ég ekki gott. Mægu. Varstu þá svolítið að gera svona lagkeja? Svona lagkökur. Lagkeja? Já, þetta. Hljómar eins og íka. Þetta svona, ég átti heim í Danmörku, bjóð í Danmörku sem krakki og það hérna alltaf þegar þú áttir ammali, þá bauðstu öllum bekknum og þá fekkstu svona lagkeið kall, það var alltaf í öllum ammalum. Já, og brúnsvega líka svona, svona brauð líka eins og kall. Já, og þetta svona mjög sérstætt og svo sungið, það bæði 3 ammalisöngar eitthvað. Já, einmitt, akkurat. Mjög skemmtilegt og alltaf bollur, en þar var ekki svona brjálaslega mikið að kökum og dóti eins og hérna á Íslandi bara með barnaamali. Já. Það var bara þessi kaka og brauð. Svo Dani líka ógeðslega anal með kökuna sínu. Þeir eiga svo margar svona klassíska tertur sem þú verður að muna utan á. Það í Sveinsbrúnni þarf þú bara að draga eitthvað og svo þarfst bara að gera eitthvað rjómatertur til svona 5 tegundar rjómatertur þannig að þú verður að muna svona ég veit ekki. Fór þetta bara eftir minni þá? Nei, við fengum að prófa alveg 2-3 fyrst að æfa okkur skilur en ég bara trú ekki hversu margar rjómaterstur þú getur átt eða. Ég hef heyrt þetta með Sveinsbrú erlendis, ég held að líka einhvers þar í Bandaríkjunum, einhver kanni sem ég talaði sem var kokkur, þá var einmitt þannig að þú labbaði bara í Sveinsbrú, svo bara dreigi miða og bara þú ert að gera köku og þú ert að gera forrétt og þú ert að gera eitthvað, þú veist, þennan rétt og við þurftum að mynda að draga, sko, við getum farið að fengum að velja á milli að gera og þú gerir svona 3 hæða brúðatertu og oná var svona ekki sjópís en svona lítill svona stytta skilur og þú mátt ráða hvort að mátt ekki ráða og dróst hvort það er massipan, sykur eða súkulagi. Þurftur að hafa búa það til og hvernig gæstu undirbúið fyrir þetta? Við fengum 5 daga eða eitthvað, minnum við að undirbúa þannig að við gátum búið til eitthvað styttu úr því sem við máttum nota og svo líka með kransaköku hvort þau gerum kransaköku hotn eða svona vöggu eða svona hvað heitir það, turn eða eitthvað þannig að þetta var alveg mjög krafandi Sveinsbrú sko. Ég trúi, stressandi líka get ekki... Var það ekki svona hjá ykkur? Ekki var bara allt? Jó, ég manst ekki, við þurftum að það var ekki á Sveinsbrú en það var hann að súkkulaði hérna challenge hjá okkur allan hjá, þegar ég var í var ekki á þér? Nei, ég kannast ekki þetta. Súkkulaði challenge? Já. Það var eitthvað víkingathema og ég gerði hérna Þórsamar. Já, ég var alltaf með náttúrulega nýfætt barn og var alltaf eitthvað alveg veisum, ég minnst að því. Þannig ég tók sko hérna 2 lallaboks og fyllti það súkkulaði, smelti þið saman, breytti þið saman, tók svo lallaboksinu frá og þá var hausinn og hamrinn kominn og svo vorum með hérna rör, minni mig. Setti súkkulaðin í það, lítið að harna, tók og síðan náðum að losa rör. Festum það við og svo gerðum við eitthvað svona þráð hann var svona grár á litin og svo endan á hamurinu líka eitthvað smá svona og svo vorum við grjótkaup sem að stóð á sem að var bara súkkulaði sem gerum í potti þetta var geggjað. Þetta er alveg cool sko ég bara get gert eitthvað og búið styttu skilur Hvar ég var þegar þetta var? Þú varst ekki hana, alveg augljóslega ekki. En aftur að þessu prófi, ég bara fór hvernig undirbýr maður fyrir þetta? Sko, þetta er lokaprófið? Já, þetta er Sveinsprófið. Þú byrjar, þú ferði í eitthvað sem heitir, sko, Danir, ekki hlusta það sem ég er að segja, það ég er svo léleg í dönsku, en það heit eitthvað, ég las þetta alltaf bara eins og Íslendingur, en ég sagði hvert einasta staf í orðinu, þetta heitir halvfabrikata eða eitthvað. Það heitir það, já, eitthvað svo les. En þá var sem sagt, þú byrjar að læra grunnin í bakara og grunnin í konditor, klára það, próf og svo velur í leið og það var á árið nummer 2 og síðan kom bara, já núna ætla að undirbúka fyrir Sveinsprófið en í 2 ár vorum við að læra sem bara fyrir Sveinsprófið, þau voru alltaf bara þetta er að fara að koma
En ertu þar, þú veist, ertu bara með uppskrifta bók með þér? Bara tilbúin, bara ef þetta kemur þá er ég með uppskriftinu hér. Áttu bara að muna allar uppskriftunar bara eftir vinnu? Ég er væntanlega með bók, sko. Já, Þú já. veist líka að skila svona þykkri bók með Já. öllum útreikningum og aðferðum og aðferðinar eru náttúrulega svo langar að það vilja fá vita bara orð fyrir orð af hverju þú ert að nota þetta fyrir hvaða skilur Akkurat. vísindin. Já. Var þetta erfitt nám með? Já, það var dönsku. Já. Ég vorkenni kennarinn mínum við fyrsta sko, skriflega prófið sem ég tók. Þetta ég skildi náttúrulega ekki neitt sko, hvað þá kunna skrifa hana sko. En í lokaprófinu þá var byrjað að setja þetta í tölvur þannig að ég get alltaf að skrifa allt í tölvur skilur sem var geðveikt og ég fekk 10 sem er 9 á íslensku skala, þannig ég var ókslána fyrir lokaprófið bóklega. Hvað þá 10? Er það bara 11? 12 það er cool að geta sagt ég fekk 10 þannig að þau þurfi ekki alveg að vita allt Og sko. hvenær var þetta? Hvenær kláraður? Janúar 2021 í COVID Já. þannig að Veitu, hvað ertu gömul núna? ég er 27 Já. Já, Já. ég Nýslegin skildingur. hvað, 2001, já, þannig að þú varst úti í COVID. 2021, já, Já, Ég og var úti. kláraður 2021. já, Já, Janúar þannig að svona 2021. rétt sleppur hérna áður en COVID byrjar, eða? Nei. nei það var byllandi COVID sko, við vorum bara 10 í öllum skólanum og það var búin að senda alla heim út er heimavist, máttu bara einn í hverju herbyggi, svo er 2 svona risa eldús sem eru, þú veist, oftast fyrir bara hvern tíma fyrir sig, voru 5 hér og 5 í öðru og svo voru bara 2 auka pródómara sem þú veist að koma inn til að vera í auka, þú veist, í hinu eldúsinu og svo var bara skálað og allir heim, það var ekki einu svona djam Það er samt áhugavert að vera í Danmörku bara eitthvað í einhverju litlum bæ að útskriðast og það bara COVID. Grímuskylda, var ekki grímuskylda kannski? sko við vorum ekki með grímur en hann að pródómarnir og kennarnir þú veist að vera með grímur Já. Og hvað hérna tók svo við eftir að útskrifaður? Bara eftir til landsins, Íslands? Já, kom til landsins og ég byrjaði á Monkeys. Snorri hann yfirkokkur herði í mér. Vildi fá okkur til að gera eftir þetta seðilinn. Þannig að ég fekk að hanna hann bara frá A til Ö og fekk að gera það alveg næstu 3 árin sem ég var hana. Okay. Svo kefti ég í eftirrétt ársins hausti 2021. Vann hann. Það er mikið. Já, takk fyrir það. Í fyrstu tilraun? Nei. Tilraun númer 2. Tilraun númer 2, Já. já. Fyrsta tilraunin hún var bara ég veit ekki eins og hvað sætilendi í sko en þess vegna finnst mér gott að hvetja krakka þóttu verður ekki endilega að fara að vinna að það lærir þér svo mikið að því að keppa sko. Já, er þetta ekki alltaf miklu betri í annarskipti og svo ennþá betri í þriðja? Jú, 100% sko. Ég held að Snædís mætti og vann strax þannig að Nei, hún gerði það ekki. í Desert Ásins Ég veit ekki með Desert Ásins. Hún allan hún hefur bara einu svona keppt í honum held ég Já, það er Ok, ég þór ekki að fulla Nei, við erum búin að ræða við hann sko, en hún nefnilega sagði okkur að hún fór einhvern tímann í einhverja keppni, ég man ekki bara hvaða keppni En það var fyrsta keppnina sem hún vann ekki en það hefur kannski ekki verið desert keppni sko. Nei, kannski ekki Já. En hérna, þú ferð á Monkeys Já. og hvernig endar þú svo í landsliðinu? Sko, það er ekkit sérstaklega margir konditorar eða pastry-sjafar á landinu bara mjög fáir og það hafði held ég 1 eða 2 landslistþjálfarar spurt mig hvort ég vildi vera með en ég var ekki alveg tilbúin, það var svo mikið vinna og eitthvað svona dæmi en svo frétti ég að Snædís var að fara að vera þjálfari og hún er með bara mjög góð vinkona mín og þá var ég bara, herði fuck it, ég ætla að gera þetta. Þá ertu game. Okay. Það var í game. Snædís hefur haft púlið? Já, hún gerði það. Hún er svo hvetjandi. Já, geggjað. Og hvað varstu lengi í landsliðinu? Ég var í ár. Þetta var alltaf svona bucket listar mínum. Svona eins og að gefa út bók, kokkalandslið, vera head pastry sem á veitingastað, svona allt svona áðurna vilt, eins og ég, þú veist, eignast barn út af fyrir mér var alltaf svo hamlandi að myndir eignast barn, ekki hamlandi þetta er að geðveikt en þetta oftast svona tröflandi þegar þú ert kannski í maturíslu geiranum sko. Já, og kona líka, skilur þannig að Já, þetta er sérstaklega því þetta er náttúrulega keppni þú veist, þetta er keppnis íþrótt í rauninni Einmitt. og það er svolítið erfitt að
kúplas út bara í 9 mánuði sko, Já. og svo ennþá lengur Já, eftir að barnið fæðist. einmitt. Akkurat, þannig að þetta var alltaf svona bucketlista dæmi og var ógeðslega ánægð að ég tók þetta tímabil og náðum þessum árangri sem að við náðum. Þetta já, fucking erfitt sko. Þetta bara, þetta eitthvað, þetta bara styrlun sko, sem var útskýrta fyrir einhverjum sem að þekkir þetta ekki neitt og þau eru bara, fara ekki einu svona í borga fyrir þetta. Hvað er þetta að gera? Já, lokuð inn í búri. Já. Þetta passion. Þetta passion. Algjörlega. 4, já, hvað, við æfðum aðra hverju viku, 4 daga í viku og það var sko 16 klukkutímar hver dag. Bara, ég var alveg bara föl í framann sko. Það var svo þreyttur. En gafst ekki líka út bókin og bara hann á svipuðum tíma? Jú, sama tíma. Já. Og var líka fullir vinnu. Og þegar þú segir bók, það vita hlustendur ekkert hvaða bók hún er að tala. Nei. Ég held að það sé fullt af hlustendum. Já, kannski fullt, en það er örgulega fullt af þeim líka sem vita ekkert hvað hún er að tala. Nei. Ég þess að gaf út bókina Ómund staðilegar eftirréttir í október 2023. Skrifaði hana og gerði hann líka með mömmu minni. Hún myndaði allar kökurnar og allt þetta í bókinni sem var mjög fast skemmtilegt. Er þetta aðalega kökur í bókinni? Kökur og eftirréttir. Þannig að mér langaði að gera bók sem væri ekki bara endilega fyrir byrjendur, heldur líka fyrir lengra komna. Þannig að það er líka flóknar uppskriftir hann inni. Já. Og líka bara út að það er ekki sérstaklega margar þannig íslenska bækur. Mér langaði að gera, já, smá listaverk. Já. Ok. Og hvernig var það að bara dempa sér í það að gera bók? Var það ekkit svona skeri? Var það ekkit svolítið? Jú, það var mjög skeri. En ég bara hef alltaf langað að gera. Ég er svo mikið svona, já, ég segi bara fuck it, ég ger þetta bara. Bara hausinn áfram og í gegnum vekkinn bara? Já, ég er svolítið svoleiðis. Það er bara geggjað. Þannig kemur hlutunum í verki? Já, 100% sko. Og hvernig gekk með þessa bók? Það gekk bara ótrúlega vel. Já, bara viðtökurnar voru æði. Og svo ótrúlega heppin með fólki í kringum mig, þú veist, sem að hjálpaði mér í gegnum þetta, bara fjölskylda og vinnir og líka Snorri yfirkokkur sem að er að Mongis, hann bara gerði þetta bara gaf mig frí til að gera þetta og líka bara með landslið, þú veist, ég held ég hef aldrei náðu að gera allt þetta eða það var ekki fyrir hann, sko. Það er gott að góða. Mjög gott. Já, meðsynlegt. Og hvernig er það? Ertu langar að gefa út fleiri bækur eða var þetta bara svona bucketlisti líka? Þetta á bucketlisti, ég er örugglega 100% að gefa út aðra bók en ekki strax. Ekki strax, nei. Þetta var rosalega mikið vinna. Hvað var það lengi að gera bókina? Herðu, frá því ég byrjaði og hún kom út fyrir 9 mánuðir. 9 mánuðir? Þannig þetta er bara eins og bara eins og eitt barn. Já. Heist ekki? 100% sko. Þannig að þú tókst bara meðgöngu bók og meðan hún varst í landsliðinu og í fullri vinnu. Akkurat. Nokkuð vel gert, það má hann segja. Já. Já, alveg búin eftir það en ég mun aldrei gleyma tímabili sko. Ég er svo þakklátt fyrir þetta allt. Og ertu búin að setja landsliðs hnífana á hilluna? Palletspaðana. Já, ég bili allavega. Það er aldrei að vita hvort ég fara ekkert hún aftur. En ég ætla bara að taka mér smá pásu eftir þetta allt. Ertu að vinna eitthvað staðar í dag í pastry? Sko, ég er að frílansa núna, ég teka mér tertubandanir og eitthvað svona, en svo er ég líka bara að halda námskeið með Iðunni fræðslusetur og gera alls konar verkefni með þeim og bara svona finna hvað mér langar að gera. Ég er aðeins að... Og ertu þá bara að fá samansafna rassjósum eins og okkur að koma að henda sér einhver tertugerð? Sorry. Ertu að fá bara svona vitlýsingar eins og okkur tíðin hjá námskeiðin að gera tertur? Vitlýs ekki, ég held að þið getum alveg pakka tertur eða búið með kokkin. Það var svona sjálfan sig venjulega, sko. Nei, það getur verið gaman og hvernig fyrir maður að nálgast það? Bara á Iðunni? Já, það er bara á Iðunni. Er ég myndi að fara að staða núna með svona vefnámskeið, þannig að maður bara að taka upp myndbönd sem þú getur keypt á netinu og setja. Og svo kemur mándi svona hands-on námskeið eftir það líka, bara ef fólk vill. Og ertu þá bara með allan skalan, bara bygginir upp í flóknari hluti það líka, eða ertu svolítið svona að stíla inn á aðeins? Þetta er flóknara. Þetta er fyrir kokka, sko. Já, ok, gekkja. Þetta er, já. Nei, ég er 100% að fara að læra eitthvað. Mér finnst líka svo gaman að fá fólk sem að segist ekki kunna neitt, en það kann fullt, skiljur. Það er rosa sterkt, þannig að ég er full að trúa okkur. Ef þið fylgið uppskriftinni
Já, við ættum kannski bara kíkja þetta að fara hvað var ég að fara að gera? Var ég að fara að baka köku eða var ég að fara kannski meir í eftirrétti? Sko, í fyrra þá var ég með hands-on masterclass einmitt, þá var ég með kökur og pleita eftirrétti. Þannig ég sýndi svona deserttertur sem svona lagskiptar og með bott, fyllingar, mús og gleys eða spray og svo svona pleita eftirrétti líka. Ok. Þannig að þá var ég líka með svona smá amateur konfettnámskeið jólin þar sem að ég fekk bara mömmur eða húsmæður og ég fekk líka kokkanema sem var mjög gaman og alls konar. Er það romkúlu námskeiði, góða? Romkúlu? Það er allir hættir að geta romkúlur, já. Ég ekki svo viss það. Ég veit nokkra sem að gefa þvílíkt magna þessum romkúlum á mjólinn. Það mjög dans til dæmis líka, sko. Romkúlur svona... Er það að meina kókosbólur? Svo íslensku romkúlur? Nei, bara alls ekki. Nei, ok. Why is it rum always first to go? Já, tala um þess að litlu hérna romfylltu hérna, já. Það er samt í dansku, þær eru svona kúlur með eitthvað svona kókos utan á. Já, romkúlur, það er bara bókstaflega allir afgangsköku gæðanir settir í skál með hindbröðsulti og svo bara ekki eins og romlíkjör heldur romdrópum eða eitthvað. Já, ok. Ég man eftir því, sko, að þegar ég var í grunnskóla í Danmörku, þá hérna var svona lítil sjoppa sem opnaði alltaf 2 tíma á dag. Það var ekkert mikið í bóðin, það var alltaf þessar romkúlur eða hvað sem þær hétu sem var bara svona litla kúlur með kókosutana sem var bara einhver, eins og þú segir, bara einhver kaka. Bara kókosbólunar í íslensku sem fyrir bakarí. Já, akkurat. Er það bara samansafna rusli rulla upp í bollu með kókos? Já, það eru bara fötur svona, ég ætla bara Þetta er bara að segjum úr að stinga út súkkulaköku, skilur hún er náttúrulega hvað sótt, skilur svo ertu með hring og stingur hún út og bara allir kökuafgangarnir, bara súkkulaði, lagtertur whatever, fyrir bara í fötu og svo er bara það hrært upp. Ok, ég man eftir reynda að við gerum þetta eins ég held að það væri með þessi ammælni hjá hérna dóttiðinni eða eitthvað sliðis þá vorum við með svona eitthvað köku frá Costco og hérna í ammæli held ég 2 dögum áður eitthvað sliðis og það fór helmingur næði við bara, hvað er að gera við restina þessu drasli maður? Þá bara tekið bara, eins og þú segir bara allt jullað bara saman og búið til kúlur og þú veist, og hérna ég held að það hefði verið síðan bara svona eins og sleikjó eða eitthvað þannig, svona stikk. Já, við gerum það alltaf. Cake pops. Já, cake pops. Já, akkurat. Það er alltaf ámálinu, það var alltaf allur afgangu settir hægri vil með eitthvað Betty Crocker dóti og svo bara kúlað og hjúpað, sko. Akkurat. Og það er geggjað. Ég held að með þess að vera betra heldur en kakan. Já, það verður svo líka krakkar elska þetta. Já. Það er einmitt svona listin í bakaríinu, sko. Það er krakkar, þú veist, það er eins og kona mín, hún fer alveg all inn í þetta, sko, gerir einhverja köku með einhverju sykurmassa og gerir einhvern einhyrning. Hún er líka svo kröftug, sko, hún er geggjuð. Já, þú veist. Líka bara að hún keppir í þessi dásins og svo bara alltaf. Já, það er bara áfram gakk þar, sko. Það er bara hlaupið í gegnum allar hurðar, sko. Þetta er allt hurðarlist heima. Ég verð alveg svolítið þreyttur á þessu, sko. Ég er svo latur, sko. Ég er alltaf að segja hana, getur við ekki bara hendi hérna Mexíkosúpu og hend bara einhverju tilbúinu baketti í opnin. Já, enda þú alltaf í uppvaskinu. Nei, þú veist, það er bara þú veist, hún fer og heldtekur sér þessari köku alltaf, sko. Já. Enda er hann yfirleitt alltaf geggjuð, sko, en ég gæti þetta ekki, sko. Nei. En ég hef aldrei pælt í, sko, hérna að nota hvað gerist við afganga af kökum og hjá bökurum og svona, þú veist, bara matasóun þar. Kókoskúlur. Já. Greinilega. Það er bara Það er alveg, sko, sorglegt hvað mikið fyrir í rusli. Já. Út af því að það vill ekki kaupa bakkelsitt daginn eftir, skilur hann að... Nei. Ég veit einhver bakari sem voru að senda þetta í hérna, hvað heitir þetta? Jú, grísina. Já, grísina. Svínabú. Já. Það er líka reyndar, eins og ég var inn í Mósbakari, það kom hestafólki og tók brauð, sko. Já. En svo var þetta líka sendt út eins og í Konukot og alls konar svona hjálpast þar sem er. Já. En svo frétti líka þau eru bara með ótrúlega mikið þannig að þau þurfa stundum að segja nei. Já. En þess vegna elska ég bakari svona eins og bara brauð og kót til dæmis, skilur. Þú veist, þau baka bara jafnóðum og ef þetta klárast þá er bara búið. Mér finnst það best að hafa það þannig. Nema þegar allt er búið, þá er alveg glata að koma bara. Já, þá sökkar. Það er ekkert til. Einmitt. En svo setja ég brauð í frystin, þannig að þú veist, við erum bara 2, ég og kærasta mín, þannig ég oft gríp bara brauð á frystinum og ég veit að brauðið sem ég er að fara að kaupa er að fara endi frystinum hvað sem er. Já. Ertu duglega að baka heima þér?
Ok, nei, hún þurfti að hugsa. Það kom að tímabil þannig að í COVID var ég bakaði svo ógeðslega mikið heima á landslistímabilinu og bakaði bara ekki neitt heima en það var ég aldrei heima. Vistu, í COVID þá drakk ég bjór og horfði á heim með Helga. Ég gerði ekkert svona sniðið eins og súrdegi og allt þetta. Það var bara að spila einhver spil og púslað og drukki mojito og allt það næs. Ég lærði ekkert í COVID. Ég var bara að fatta það núna. Ég fór full on í þessa súrdegskerma. Ég fekk pödduna. Ég fór allan inn á Facebook-hópin. Fórst á Facebook-hópin? Og fekk súr hjá kennara. Ég var í MK þá. Já, nice. Og hann dó heldur þetta tvorta þannig að það var ekkert meir úr honum. Þetta er svona súr. Já, ég var svo súr. En skýrður hann? Þeir þurfa allir að fá nafn. Þeir eru alltaf Já, lifandi. veistu, ég held að ég hafi skýrt hann. Já. Hann var örugglega með geggja nafn en ég bara man það ekki. Þá var þetta morð. Þú drafst hann, þú hugsaðir ekki nú að vilja Nei, ég vissi ekkert hvað ég var að gera sko. Nei. Ég var bara að svelta litla barnið sitt. sko. Akkurat. Ég reyndi sko. Já. En svo er þetta einmitt bakarinn, þetta er svolítið vísindadrifið sko. Ég held sko að 50% af náminu mínu var eiginlega bara vísindadæmi. Þú veist að vita hvaða próteinir í eggjahvítum sem eru að binda lofti í mannsinn, skilur. Hvaða hitastig og temprun og súkkulaði og allt þetta og svo þetta gera brjóstsúkurinn. Fyrir lokaprófið þurfti ég að vita sko innihaldið í súkkulaðinu, bara prósentuna, bara 50% fita, 80% kolvetni, þú veist, 2,3% þíóbrómin sem er eitthvað svona efni sem lætur. Og hvað ertu lengi að hræra marins? Hvað er ég lengi? Það fyrir bara eftir hvert með mikil hlutvöll og allt og þú getur ofþeitt marins. Það? Já. Er hægt að ofþeita marins? Já. Þetta er spurning sem við höfum spurð á þér samt sko. Það? Já, ekki hér, en ég hef heyrt þessi spurningu spurð á þér. Ég heyrði nefnilega annað. Það væri ekki hægt. Já. Sko, þegar þú þeitir marins, þá býrðu til þessar loftbólur, skilur sem að þeitast og stífna og eitthvað svona. Þú veist, auðvitað getur þeitt marins endalaust og hann er þá bara marins, skilur, en til að hafa hann svona fluffy og góðan, þá vilt ekki byrja að slá út loftbólunum sem hann varst að búa til, ef það meikar sens. Já. Ég var að fatta að við erum búin að ræða þetta hér. Ég man eftir núna, að ég var að mynda að segja að ég man eftir að mér var kent að þannig að því hraðar sem þú slærið marins, eða hræri marins, því stærri verður loftbólunar og því líklega er hann til að falla. Mjög vel gert, það er alveg rétt. Þetta er eins og með rjóma líka. Já. Bara alveg eins. Þú átt bara að þeita rjóma á miðlungshraða, út ef þú þeitir hann hratt, þá koma stóra búblur og þá fellur hann niður líka. Já, og þess vegna spyr ég sko, hvað er til lengi að þeita marins? Það er svona, ég er svo klár. Nei, það er bara mjög vel gert að vita þetta sko. Það er kannski eitthvað með að gera og sérst í þessum ból. Já. En hvað var svarið? Hvað var spurningin? Varstu að spyrja eitthvað? Ég man það ekki. Það var hægt að þeita og það var hægt að ofþeita marins. Nei, það var ekki hægt að ofþeita marins. Góð gesti, við erum að hætti bara, við erum farin heim, hann var ekki raskat lengur hvað hann að segja. Ég fyrir alltaf að ringi bara maður. En hvað er uppáhalds eftirrétturinn? Ég elska Crème brûlée. sko, nei, en ég elska samt eitthvað svona klassíst. Sko, ég var að tala kökufrekar, út af uppáhaldskaka mín er bara sko möndlukaka, möndlutarta með bleikamoss, bara frá millunum. Já, nánast sko, reyndar úr Mósusbakari. Ertu Mósu? Já, ég var hann að nemi hjá Hálega í Mósu. En hvaðan hvar ertu fættu upp alveg? Sko, eiginlega bara á höfuðborgarsvæðinu. Ég bjó einu sinni í Reykjavík, en annars í Kópavogi, Seltjarnarnesi, Mósó, alls konar svona. Já, þannig að ert þú Mósu líka? Já, hlut til, samt ekki en samt. Síðust árin í Mósó. Var ekki gaman að vinna hjá Haflega? Það var ógeðslega gaman. Já. Þetta er bara svo stór fjölskylda sko. Já. Þar lærði mjög mikið. Geggja bakari hjá hann maður. Já, konfekti líka, kvika. Já, konfekti. Ég hef aldrei náðu utan það. Ég hef gert konfekt svona 2 og 3 svar og það hefur aldrei einhvern veginn orðið eitt meistarverk, sko. En þetta súkkulaði líka rosa flóki fyrir bara, sko. Já. Ég held að fólk gerir sér ekki alveg grinn fyrir. Já, þetta var það mikil geimvísindi þegar það var að fara yfir þetta með manni, með kristallana og temprunna og allt þetta. Hvernig temprað þú súkkulaði? Ertu bara með vél? Ég var alltaf með vél. Og hárblósaran. Ég heita byssuna. Sko, ég gerði alltaf hana
aðferð sem heitir seeding sem sko hitar 75% af súkkulaðinu og setur svo, 2/3 ég gerði þetta alltaf bara með huganu og svo setur Er það ekki bannað? ekki sveinsprófni, ég mátti ekki eins og nota hitamæli þannig að, já, þú þurfti bara allt með hugunum og eitthvað en núna finnst mér mjög næst að gera á marmara bara þá setur 2/3 af bráðinu súkkulaði sem er búin að hita upp í 45 gráður á marmaran, kælir hann niður í 28 gráður setur það síðan, 26 gráður 28 gráður, setur það síðan aftur í skálina og blanda því saman þannig það eru 32-33 gráður en það er dökkt súkkulaði svo er annað með hvítt súkkulaði Já. og mjólksúkkulaði Þetta var einmitt mikil geimasýra fannst mér þessi súkkulaði temprun sko. hún er bara erfið sko. Þetta bara tók svolítið tíma sérstaklega, þú veist, maður út í glugga að láta þetta kólna þú veist, þá er það ekki tempra já, jú, það var svo heitt hann inni já, ég skilji þú veist að þetta var á þeim tíma, það var bara ógeðslega heitt inni að það var ekki hægt að fá þetta kælt sko. í skólanum það er bara svona kæli þú veist, bara, það er alltaf 19-20 gráður inn í skólastofunni Í Danmörku? Já, og líka bara í pistrium sem ég hef farið í okay. rosa strán Og hvað er svona framtíðarplön? Fleiri bækur, meira aksjón hlaupi gegnum fleiri hurðar Já Eiga fleiri börn Já, náttúrulega krakki í framtíðinni sko. En mér langar, ég veit ekki, er ekki alltaf draumurinn manns að opna eitthvað sjálfur og gera eitthvað Ekki minn Ekki þinn Nei, já, þú veist, það var einu sinni hjá mig, ég gerði það og svo bara, þú veist, er það búið og maður aldrei aftur, takk Aldrei bless. aftur Og draumurinn væri bara getur þú opnað þetta fyrir mig bara ekki máli og vera þá með peninginu og okkur möðrum og gera það sem ég vil skilur Við erum búin að tala við fyrirtækjaeigendur og svona og því fleiri sem við tala við meira áttur að þetta er alltaf sama það er alltaf ómikið að gera alltaf sofið og lítið það er alltaf meira aksjón þannig ég er bara kósí kall Sko, ef þú átt fyrirtæki þá þarf þetta að vaka og sko, vaka yfir því allt landsólarhringin En ég heyrði eitthvað staðar ef þú ert of þægilegur og þá ert ekki að stækka Já, það er svo sem alveg til í hýringa sko Ég vil ekki að sopna yfir hlutunum þannig að þetta fara allt á hausinn bara Já, ég líka, en ef þú stoppar líka já, þú er þægilegur, þannig að fara að fitna og allt þetta Já, þú veist, ég ímynda mig hvernig þetta var þegar þú varst að gera bókina og baka allt saman og hver var að geta þetta Já, hver var að borða þetta? Hver var að borða þetta allt? Einmitt Var það mamma þín? Já, mamma borðaði alveg Já, slattaði, svo var ég með Facebook-grúpu sem þú veist, bara ég er með þessu Já, ég er með kaffi í dag Og náður að selja það? Já, jú, ég bara svona seldi bara fyrir hafniskostnaðin, skilur bara 1000 kall fyrir einhverja köku og frænka minn kom og sótt hana, skilur Já, ok En hvernig var fólk að nálgast þig sem ætlar að fá þig til þess að gera köku fyrir sig? Bara á Instagraminu mínu Ólöf Ólafs Allavega eins og e-mail sem er á Instagraminu mínu líka Já Hvernig, ef þú ætlar að segja að þú myndir bara fá, eins og þú segir bara einhver kæmi til með bara þetta bara tilbúið Já Þú ert ekkert að chippa út fyrir þessu þú mátt bara sjá þetta hvað myndir þú vilja gera? Ég var til í að gera bara svona pastry-búð sem eru þá littir eftirréttir og desertkökur og croissant og eitthvað svona bara ótrúlega vandað og handgert og ekki keypt inn frosið eða duft í pökkum, skilur. Og hvenær er maður að borða þetta? Er maður að koma í hádeginu og ná sér í svona helgar, ekki kvöldin heldur svona eins og bakari kaffitími, já. En svo auðvitað myndi ég líka hafa samlokur og svona dæmið, þú veist, að hún getur sest niður og borða. Já. Þannig að það er draumur. Já, þetta máli koma eitthvað svona til landsins. Er eitthvað svona í boði á Íslandi í dag? Ekki alveg svona, sko. Gulli Arnar er með þessa litlu fallegu desertskiljur, en það er samt alveg meira bakari, þetta væri pastry. Já. Ég er gríðalegu bakarískall, sko. Já, ég er enda líka. Og ég bý hættulega nálægt honum Gulli Arnari, sko. Já, það? Já. Ég hef verið tíður gestur þar. Það sést í mín stundum þar helgar. Það verið að vikina. Það er ekkert eðlilega gott líka. Já, mjög gott. Það er bara geggja þegar maður fer í bakari og það er svona allt handgert og allt bara geggja. Það er mitt, já. Ég vil borga fyrir það. Ég vil borga fyrir eitthvað frúsið. Ég fór aðeins hérna til Luxemburg og Belgíu og Holland svona í, held að það er í februar, frekar mars, og hérna þar stoppuðu einmitt í nokkrum svona búðum eins og þú ert að lýsa. Já. Og það var
eins og í Belgíu og rosa mikið súkkulaði búð en það var alls konar pastry líka Já, og þú veist þetta er náttúrulega bara þetta er óþolandi að fara í svona búðu sko maður þarf að fá eiginlega að smakka af öllu sko þú veist, og bara teika við boxin í tónatali já. Ég fór mitt sko hana til Svíþjóð. Já, til Svíþjóðar. Það var hana bakari sem heitir Sokkersökkur. Og það er einmitt svona Sokkersökkur sem er svona einmitt copy-paste að draumabakariðinu mínu. Já. Og hana ég held ég keypti 6 eftirrétti fyrir mig og Andreu vinkonum mína. Við keyptum 6 eða 7 sem við bara smökkuðum og eila borðum alla bara á staðnum sko. Já, ég sé nokkuð svona TikTok myndbönd og eitthvað svona af fólki sem er gaurin sem er að fara bara á þessu fínu pastry staði Já. og þú veist, kaupa nokkur hluti til að smakka og þetta er alltaf bara geðveikt flott og veist, maður horfður á þetta og bara, wow. En sko það sem brenglaði þannig var, ég held ég að borga 3.500 kall fyrir sko 7 eftirrétti. Það myndi aldrei vera þannig á Íslandi. Akkurat. En þér er aldrei langað að fara bara að banka hurðina í Nova Sirius eða Freyju eða eitthvað að fá að búa til bara eitt einn nammi. Við erum bara með... Ég var alveg hugsað því það sko, ég held að það væri gaman. Já, ekki. Eða bara konfekt framlýsli eða þú veist. Já. Konfekt deilt eða eitthvað. Já, ég fór að mynda námskeið hjá hann að Juan heitir hann sem að vann School of Chocolate á Netflix. Og hlutinni sem hann gerði, þetta var bara brengn sko. Hann var að gera konfektmóla. Er ekki lagið eftir hann að Guantanamera Nei, hann söng það fyrir okkur sko. Já, ok, hann er fyrir svona. Var ekki School of Chocolate með óþolandi gæðinu sem að Meinar það sexy pastry-söknir sem er franskur? Já, hann er svo pirrandi að því maður horfður á hann það er alltaf allt alveg perfekt og allt og maður... Þetta er smá American Psycho-dæmi líka. Já, það er ótrúlegt og maður er alltaf bara, hvað er hann með, allt heitir hann ekki eitthvað, Amori. Það getur eiginlega enginn sagt nafnið að það séu sko. En af hverju færð þú ekki eitthvað svona, tek hendir á TikTok og fara að búa til einhver geggja eftirrétti? Ég er að gera það smá sko. Ertu að gera það? Já, ég er á TikTok. Ok. Er að gera kukur og eitthvað svona. Hvað heitir á TikTok? Ólöf Ólafs. Hún heitir Ólöf Ólafs alltaf. Já. Það er líka í real life. Já. Það er nafnið hennar. Skaplega aðtöð. Já, grunlega. En svo eins og ég myndi gera styttur, súkkulaðstyttur þess að hann er að gera. Sko, hvað 5 kíló súkkulaði að byrgja kostar 20.000 eða meira. Já, dýrt og... Þetta er alveg, við erum vel að bara fakt fyrir súkkulaði. Það er ótrúlegt, það er bara leið að segja þetta, ég fæ bara svona martraðar eða að kaupa suðusúkkulaði. En það sem þetta er að gera er að bræða þetta niður aftur og bara búið eitthvað annað. Já, það er alltaf að endurnýta. Endurnýta súkkulaði, sko. Já. En hver er að fá þessa styttur hjá hann? Er einhver að... Ég held að sem er listar. Ég trú ekki öðru. Það er eitthvað geðveikt að vera bara komið á þann stað með súkkulaði lista. Það er eins gott að hitastíðan inni sig í lagi. Já. Það sé ekki alltaf bara þannig. Það er bara eins og vínkælir. Þú segir bara að þú getur geymt súkkulaði í vínkæli og það er bara fullkomið hitastíð. Ok, en nú eru vínkælar mismunandi hitastíð. Já, þetta er svona 17. Þetta er svona auðvínskælir. Hún er með þetta hreinu. Hvernig er kælinn þinn, vínkælinn? Ég á ekki vínkæli. Nei, ok. Ég er náttúrulega bara bláfátakur. Er það? Já, þú veist, nei, ég bara... Ég á allar ekki vínkæli. Ég geta pizza aðeins í þetta. Og allt vín sem ég kaupi drekki yfirleitt. Ég er ekkert að safna þessu upp. Nei. Ég kaupi mér yfirleitt bara vín til þess að drekka. Ég á svona 30 vínflöskur heima. Þegar ég er alltaf að gefins og ég elska alveg að drekka rauðvín, sko. En bara með mat, svona special occasions, ég aldrei eitthvað upp í sófa fá mér. Nei, ekki heldur svo sem mikið, sko. Manst þú eftir vínfræðinni sem var að kenna okkur vínfræði? Hann sagði, ef hann astast til að opna eina flösku úr safninu hjá sér, þá þýðir það að hann þarf að fara daginn eftir og kaupa 2 aðrar til að fylla á byrðinar. Í alvörunni? Þannig að það verður aldrei rýrnun í gangi. Það er alltaf einingar því sem hann opna fleiri. Já, en ég er ekkert í því að kaupa mér eitthvað, fara að koma við í ríkinu, bara kaupa mér til að setja í hillinu einhvers staðar. Ég held að það sé aðalega gjafir sem ég er að pæli, fara alltaf svona, allan ég. Já, það er enginn að gefa mér rauðvín, það mættu fólk aðeins taka það til sín, finnst mér. Ertu ekki ennþá búin að kaupa rauðvínsflöskuna fyrir dóttiðina eins og Heiðrún var að benda þér á að gera? Nei, vá, það var samt góð hugmynd. Já. Þannig að þú veist, það myndi kaupa hana núna og svo þegar hún orðin lögur má drekka, þess að tvítug, þá er svo flaska opnið. Það er mjög sniðugt. Það er mjög sniðugt.
Þú getur gert það fyrir bannið þitt Já. þegar það kemur. Já, og komið bann, þannig að ég get bara byrjað núna. En ég líka frétta bara svona, það er ákveðin ár sem að vínin eru góð, þannig þú veist, eins og fara flösku frá 2021, þá varst ekki að Það er eftir hvaða vín það er. Já. Hvers konar, þú veist, vín maður er að tala um. Þetta er geimvísindi. Ég Já. komst að því, ég fekk alveg á baukinn hérna þegar hún kom og frænt okkur aðeins á þetta. Ég kann ekkert á vín. Nei, ekki heldur. neitt. Þannig að- Ég held að maður væri kannski með eitthvað svona smá eitthvað sko. Það var bara alveg sleginu verðina sko. Já, Þetta er saman við bara... Hvað er það? Náttúruvín? Náttúruvín. Það er ekki til. Ég sagði, ég byrjaði bara á því að segja, já, ég fyrir svolítið bara að fá mér náttúruvín. Náttúruvín, það er bara ekki til. Það er ekki til neitt sem heitir það. nei. Maður er vist engin sérfræðingur í þessu. Hún tók hann bara að jarða hann á staðnum. Ertu ekki líka bara pró náttúruvín eða ekki? Nei, Hvernig er það? Náttúruvín er vist bara, þetta er vist allt náttúruvín, það bara Já, fyrir eftir hvað er auðvitað. bæta við. Já, make a sense. Já. En þetta er góð þáttur, ég bara mæla með að hlustur á. Já, ég ætla ekki að En Ok. já, og ég, aftur að því sem við vorum að tala um, Já. við náttúrulega afveðlega Já, við förum alltaf smá kanínur túr hérna eitthvert út í buskan Já. en við finnum alltaf leiðin tilbaka einhvern veginn. það er gott, ég er alveg eins svona. Já, þannig að námskeið á yðinni Já, það passar. og þú ert að selja kökur Já, og taka við pöntunum. emitt. Svona, hefur verið að gera brúðkaup og svona brúðkaupstertur og... Já, ég er einmitt með eitt brúðkaup í sumar. Hafliði heyrði einmitt í mér og spurði hvort ég vildi ekki gera fyrir hann út af því að bakarinn hans er í sumafrí, Ok, eða konditorinn. Þannig að hún var með eitt í fyrra og með eitt á næsta ári, en þetta er svona, tekur oftast bara fyrir svona nákomi. Þetta er Já. alveg, er það mikið vinna að gera brúðkaupstertu? já, fyrir 150 manns. Mm. Það getur alveg verið vinna. Hvernig ferjar maður brúðkaupstertu svona lagskipta? Það er stressandi, sko. Ég reyna að, þú veist, koma með hann í 3 pörtum og setja hann saman á staðnum, skilur, en það er ekki alltaf hægt. Og síðan ertu bara að senda fyrir bíl og svo bara skrifar á mig að það er brúðarterta aftur í hann, eða fólk ég er að setja grein fyrir því. Það er ekki með dróna. Nei, ég sko ég hef ekki taugarnar í svona sko. En ég er alltaf með þetta svona in the back of my hand. Þegar ég held á brúðartertu, ég bara, shit, maður, ég missa hann núna. Já, ferði í svona Dagurinn ónýtur. Maður er að passa sig á beigjunum um að keira þessa blessuð bíla í svona... Hringtorgin. Já, bara eins Alltaf hægt ytri og maður hringurinn. getur, sko. Já, Þetta er alveg tilfinning sem ég kannast við sko, að halda á köku, maður er alltaf einhvern veginn með það í hausnum að maður sé að fara að missa hana. já. En svo er ég bakarínu stundum bara með eina hér og aðra hér og svo bara hlaupið um kælinu Já. og eitthvað svona. Mhm. En brúðartertunar, þar eru krúsjál. Þú Það er ekki giftir eins þig og bara sett einu með sinni. backup, sko. Nei, Nei. ekki 350 manns allavega. En Og fólk ætlar að fara í svona nám til Danmörku. Já, Hvað gerir maður? Hvað sækir svona og er þetta gegnum eitthvað inn á Íslandi eða er þetta bara úti? þetta er bara úti, sko. En ég eins og tók námi úti og tók samningin hérna heima. Já, Þannig, já, lærði úti og tók nemasamningin heima. Það er aðeins að breytast. Þannig að þú tekur nemasamningin úti núna. En já, nú er það krafa núna? það er að fara að vera að krafa, sko. Þannig að, en við erum vonandi að fá að ná að breyta því hérna íslensku yfirvöldin. Þannig að við erum að finna út úr því, þessar flækju. En hvernig atvikaðist þetta og þú fórst í Danmörku í þetta? Þú veist, hvar sást þetta? Ég fór að vinna á apótekinu, þar sem Axel Þorstinsson er að vinna, að var að vinna, og hann er konditor og hann eitthvað, hvað langar að gera? Þú veist, hvað er það að gera? Þannig langar að fara að læra, langar bara að vinna og þá var ég búin að vinna í viku eitthvað og ég var bara, fuck it, mér langar bara að læra þetta. Já. Þannig að hann einmitt bara sagði, já, þá verður við fyrir til Danmerkar því ég ætlaði nú ekki að vera bakari og já, það var bara svoleiðis. Ok. Ég er ennþá bara í sjokki, ég held alltaf að vera matrislumaður líka sko. Nei, eða ég hugsa Sjokki. Já, ég bara Kallinn. Nei, ég meina, ég fór náttúrulega bara með til Þýskalands og horfði á ykkur og hérna, ég var bara, held að það var Það var gaman að sjá þig. Já, Já, fyrir þetta gleri. já, peppandi maður með bjöllurnar og áfram Ísland og bölvu stemming, sko. Já, En það var einmitt mikið svona,
rauðvín og stemming líka fyrir mig og bara þess að koma og kíkja. Ég veist hvað, ég vindaði eitthvað mikið að vera bara fyrir utan búrið með bjór og slappa af svona. Ég að segja það og svo þetta svo langur tími maður og maður ekki aðeins fara og labba aðeins frá og fengi sér að borða það og bjór og svona og svo koma bara aftur og þá voru þau ennþá alveg bara líka bara 7 klukkutímar eða eitthvað og þú pissar ekkert sko, þú ert þarna bara tekur ekkert piss upp á sig. Þetta akkurat mín spurning þannig að á sín tíma snætti sig, ég skildi ekki til þess að fólk gæti ekki fengið að míga þú veist. Það bara hver einasta sekunda skiptir máli bara hvert einasta handtak, við erum alltaf búin að æfa þetta miljónsinnum ég fokkaði svo oft upp á æfingum þannig ég hef búin að læra hver einustu mistök sem ég gat gert í búrinu þannig að það er ekki pláss ekki eins og ég vorum að æfa, það er bara ekki pláss fyrir að fara að pissa sko. Ég held að maður ætti bara með þvægleika póka en svo er þetta bara svo mikið adrenalín að þú tekur ekkert eftir þessu einu sinni sko. Og gast eitthvað sofið eftir þetta? Já Þetta var ekkert að ég gat ekki sofið fyrir þetta En var þetta ekki eftir þetta, var þetta ekki að spilast aftur og aftur einhvern veginn hjá þér og varst ekki að Ég bara trúði ekki að ég var ekki að fara að mæta aftur á æfingu ég bara trúði ekki að ég var alltaf bara búin og ég var ekki að fara að gera neitt það var ekkert sem var undirbúið mig fyrir skilur, það var rosa sjokk Já, okay. Það bara tóð mér núna að þetta bara já, búið Já, bara hvað í fokkanum er ég að fara að gera En svo lærði ég bara að fara í ræktina og lesa bók og hugsa bara mig skilur, þannig að það er ótrúlega sem gefandi rosalega mikilvægt Ég held að það sé alveg bara það var vanmetið, Já, ég held að fólk áttu sig ekki á hvað er mikilvægt Já, ég held að þetta sé einmitt bara mjög sniðugt hugsa bara eftir alla þessa keislu eins og segi bara bók og landslið og vinna og bla 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 svo þú kærasta og reyna að halda þessu öllu saman fínt að kannski taka sér bara svona senna svona eftir þetta Já, ég líka reyna að segja þetta við þú veist eins og nema og kokka og svona sem að ég tek eftir þess að þegar ég var að vinna á apótekinu þá er þetta bara tippakeppni sko. Þú ert ekki að fara að sittast niður í mat sko. Þú ert kannski að vinna 12-13 tíma 14 tíma með þess að ég mætti klukkan 10 á morgnana fyrsta öllum til að baka brauð og svo fór ég síðust út af því að þetta er náttúrulega síðastur skilju og ég settist ekki niður, ég held ég var 45 kíló eða eitthvað sem er bara hættulegt þannig að ég segi við nefnana að sittast niður og kokkana bara fá okkur að borða út að hitt er þú skilar einhverjum árangu að vinna þreyttur í service og svona 49 kíló, hvað er upplega 45? Já, bara jafn stóri ég er núna sko Ég gæti mögulega bara mist 45 kíló En já, ég held að þetta sé satt alveg balans sem að læri líka með tímanum svo núna ég sest niður alltaf ef það er ekkert að gera ef ég hef tíma til þess að sest ég bara niður og svo ef það er brjálega að gera bara sleppi þetta er bara svona balansin og hvernig skiptum gýr Já, ég er að segja að maður er ekkert eitthvað að metast í einhver tippastæðarna lengur sko, maður er allt og gammal í það Nei, þú bara sáttu við tippastæðarina Já, það er ekki bara að vera það maður breytir því ekki núna Nei það er gott hugsun sjálf að segja, það skiptir máli Já, það gerir það okay. Alveg klálega En hérna þegar þú ert að undirbúa svona eins og í apotekinu og monkeys og þessum stöðum sem þú hefur unnið á Já er mikið, þegar þú ert að undirbúa svona eftirrétti er ekki mikið að þú getur vera baka alls konar sitt í fristinn og svo þú veist það sem þú ert að kannski gera eitthvað lagskipta kökur og þess að þú getur unnið þetta svolítið fram í tíman eitthvað af þessu Já, sko ég eins og með á monkeys þá hugsaði þetta bara út af því að ég var ein náttúrulega þurfti að preppa alla daga þá hugsaði þetta svolítið svona bara hvernig getur auðvitað fyrir þá kokkana og nefnana og þær að sitja á diskinn fallega eins hratt og hægt er líka út af þetta er keyslustæður Akkurat og þá hugsaði ég mitt að bara gera desta sem gæti sett í fristinn og tekið út fyrir service þannig að það er fresh og krömbul og bara svona reyna ákveða handtökin eða það sem þú ert að spyrja og hann ísinn þannig að Ertu að gera ísinn líka? Ég reyndi að gera ekki ísinn þar en ég gerði ísinn á apótekinu eins og ég segi ég var bara ein og stundum kom 450 manns á einum degi Svolítið mikill ís Það er svolítið mikill ís sko Ef ég myndi koma með 100 diska og byrðum að skrifa Bjartur með súkkulaði í skrautskrift, myndi þeir allir vera eins?
þau myndi ekki vera 100% eins en ég betri að skrifa með skrautskrift með súkulega eller nokkuð tímann með höndunum Með höndunum, já. Okay. Það alveg flex Ég nefnilega vann einu sinni með svona konditor sko. Og hann var alltaf með á hópa seðli segja þetta var ásáttíð eitthvað svona Já, það voru með súkulamús sem var einhver botn, einhver mús já, einhver fylling og svo mirrorglaze og hann skreytti alla diska alltaf eins þú veist, ekki alltaf sama munstri hann var alltaf með munstur já sem var eitthvað blóm með eitthvað skraut og þau voru alltaf fucking eins Já, ég bara áttaði mig ekki á þessu bara hvernig getur maðurinn tekið bara 100 diska og það er alltaf þú veist, allt alveg fullkomlega eins þú lærir þetta í skólanum og þú ert að skrifa tertu í sveinsbránu sko já, við lentum í því líka stundum að þá var einmitt ferminga eitthvað að skrifa til hamingju með daginn Jóhann eða hvað sem að fermingabarni hét Já, og þá var alltaf bara ástand ef að konditorinn eða bakarinn var ekki svæðinu það var bara, það var bara mætti 4 niður með bökunarpapír og allir að skrifa eitthvað að reyna og svo bara, já, þetta er alltaf ok, ég getur notað þetta virkar en þetta er ekkert svo einfalt Nei, alls ekki sko, þetta tekur tíma að læra Ég held ég skrifaði örugglega, ég veit ekki hversu oft á bökunarpapír en ég fekk loksins að skrifa köku og það var alveg stórt skref bara ég alveg að skrifa texta á köku Þetta er náttúrulega ástæðan fyrir að hún er konditor þeir eru snillingar í þessu Já Það gerir þetta ekki einhver jólasveinn sem er bara búin að æfa sig eitthvað nokkur sinnum á smjörpapír sko. Ég gleymi aldrei þegar fyrsta skiptið sem ykkur sagði mig að lélega handskrift var í merkjum gáður ég var aldrei verið eins glaður læknaskriftin Ég skrifaði mitt jafn illa með höndunum og með sprautubóka Já, ok Já. En ef þú æði þig, þetta er allt annað sko, þannig er þetta að nota líkamann ef það make a sense. Já. Ekki nota ég held ekki eins og rétt á penna sko. Nei. Þegar ég var að vinna með honum Hákonum Ár Örvarsinni á Hótel Holt, það var pop-up hjá honum fyrir jól í hitti fyrra og þar áður þá var hann með í eftirrétt súkkulaði mús. Já. En diskurinn var sem sagt þannig að músin var mús. Það var actually mús á í súkkulaðformi með eyrun og allur pakkin sko og það pera inni, það búið að gleysa yfir og kökubotn undir og Nice. Þú veist búið að fara alla leiðina með þetta sko og meira að segja skottið svona twirly sko þannig að það var nú meiri vinnan að gera það maður Þetta er ekkert grín sko. Nei, handtökin sem hægt er að gera eins og á munki skilur ég mátti aldrei ekki gera flókið því að ég myndi fótbrotnaðar og farveika þá þurftu kokkarnir að geta gert það líka sko. já. Var ekki einhver eftirréttur alltaf á munki sem var svona identity Mandarína, já. Mandarínan, góða Já, og Otto er það sítrónan Já, einmitt Þetta er svolítið flott, svona ég fíla þetta Ég er þetta meira fyrir að fá sítrónuna eða mandarín heldur en að fá mús á diskinn minn sko Appetizing, já Hvernig tók fólk í músina þann? Bara, fólk þú veist, þegar kom á borðið þá fór skelli hlæja, þú veist, það var fyndið Akkurat Þú veist, þannig að þetta var ákveðu upplifelse að sjá þetta þó þetta var kannski skrítið að fara að borða en þú veist, svo bara, náttúrulega var þetta bara dessert þannig að því, en að því þetta heiti, nafnið þú veist, mús, súkkulaði mús Hvernig segir margar mís Já, þetta er, ég veit ekki sko, þetta er alveg umtala súkkulaði mís, músir Nei, ekki músir, það er litlu spein Já, það er samt, mér finnst samt ekki... að segja súkkulaði mís súkkulaði mús Þetta er náttúrulega ekki mús, þetta er mús Ok, það er þetta að regla þetta Ég er eiginlega að hallast meira súkkulaði mís er eitthvað svo þá ertu bara að tala einhverju að rotta alltaf mús Nei, það er komið mís en plus Góður Já, þetta er reyndar áhugaverð pæling Og hvað er besti eftirrétturinn í bænum í dag? Burt sér frá mínum Nei, tjók Besta eftirrétturinn Mér fannst sítrónan á Otto vera geggjuð Þannig að hún er Ég segi hún sko Var hann ekki opnum nýjan stað? Hefur þú farið þangað? Nei, ég aftur að fara þangað Mér langar rosalega að fara þangað Ok, hefur eitthvað farið til
Eyja eitthvað svoleiðis Nei, það er líka á bucket það er listanum. bucket list Já, en ég fór samt til Egilstað og Nílsen með pop-up þar, desert Já, pop-up, ok. einu sinni. Varst þú að gera desertana það þá? Já, Hvað gerðir? ég gerði svona kransaköku og rabarbara desert, bjóði til svona kransaköku og gerði rabarbara, nú hvað svona mörg ár síðan. Sjónabansæla eða eitthvað Nei, ekki þannig. Nei, ok. Kransakaka og rabarbari og svo Ég var tengi alltaf rabarbara siltu Sjónabansælu og svo var ég með hana skyr og kerfil, þannig að ég gerði kerfilger Ó, og skyr og massarínu botn og hundasúrusorbi til leðar. Þannig að ég man eftir að Nice. klára hundasúrusorbi minn og þurfti að fara eftir vakt sem var svona 11:30 út að tína hundasúru, sko. Já. Ég man að ég gerði það með þegar ég var í sveitinni hjá bróðu konunnar hann með veitingastæð fyrir norðan og var alltaf að tína hundasúru til að henda út í salatið og aðeins, þú veist, gera aðeins örvísið og fá svona smá sýru leður að borða salatið Akkurat, mér finnst það geðið. Mér finnst það geggjað. En að gera svona ísúri líka, það er góð Það var pæling, rosa góður, sko, ég segi sjálf frá. En var aldrei sagt við ykkur sem krakka að hundasúri væri náttúrulega bara Veistu, ég var að fara að segja þetta. uksu að því að hundar pissu á grasi? Nei, ég er búin að fylgjast með það sem að hundurinn minnir að mig og það er ekkert vaksaðar. En er það... Ég trúði þessu ógeðslega lengi. Ég veit ekki hversu lengi ég trúði þessu, Ég sko. var bara eiginlega ekki alveg viss ennþá, sko. En að hrossaflugur kýtluðu ykkur. Heyrðu það? Ég held að ykkur hafa bara verið að fokk í mér, sko. Og það er með svo langa leggi, skilur, við erum að tala um einhverja mýtur. Já, þannig að Það er reynda, sko, ég lendi inn á hausnum á um daginn þegar ég var á dollunni, sko, í vinninni og þetta var ógislega óþæg, bara, Já. þú veist það, jú, svona smá kýll fílingur, en Einmitt. fyrringur meira heldur en kýll. Ég var garnaflækjan maður. Já, Garnaflækja. einmitt. Mér var aldrei fekkst aldrei að heyra. Þú rúlaður og hratt niður brekku, þá flækjast garnum Já, þannig. ég var ekki mikið að rúla niður brekkur. Kössótt auga og horfum Hversu mikið Já, sjónvarpið. þú stóð nálægt sjónvarpinu og þá var það kössatu. Þetta er ekkert gert í dag, eða hvað? Nei, ég held að þetta hafi líka bara ekkert meganeitt sens. Nei. Ég trúði þessu Annars, öllu, ég sko. segi, annars endaru bara þrítur og ert ekki ennþá alveg viss hvort að hundasúri sé eftir hundapiss eða ekki, skilur. Nei, akkurat. Þannig endar með ykkur eiginlega engis. Þú ert bara á ég að sitja þetta á diskinn eða eitthvað stað. Hvað er að skrýnast sem við notaði í eftirrétti og svona? Skrýtnasta. Já. Herði, ég fór til Chicago og notaði hann maura. Nei, Kóngamaura. maura? Já. Og þeir voru alveg stökkir utan og mjúkir innan, sko. Gekkja, var ekki Já. næst. Hvað er það djúpstekja á það? Nei, við eldum það á pönnu, sko. Þetta var ekki fyrir mig. En Nei, þetta var satt alveg gaman að smakka. ég er ekki þannig. Ekki? Nei, þú er náttúrulega svo mikið asískur að ég fyndi, sko. Ég væri alveg til ég Þú ég á étur mér alveg allt, sko. Ég á mér alveg drauma að borða alls konar steipu, sko. Já, basically steipu, Já. sko. Sko, ef þetta væri krönsi, skilur, en bara þetta var mjúkt að innan líka, en ég fekk þurrka engisbrettinu sinni. Það var gott. Já. Ég sá á bensinstöð í Flórida einu svona súkulæðhjúpa engisbretti. Ég hef ekki alveg til ég að heldur. Nei. Já, mér finnst þetta eitthvað sexy fantasy að borða svona alls konar stöf, sko. En svo vorum við með hrútspunga, sko, við getum vel ekki sagt neitt, Já, þú veist, sko. það er náttúrulega bara geggjað, sko. Já, það er geggjað. Já. Prófa að tala á asíubú og spyrja hvort það vilji borða pungina og svona. Veistu hvert öll lambatippin fara? Þau fara þangað Já. til Asíu. Í alvörunni? Já, Já, við seljum allt draslið þangað. Já, ég meina að Ekki eru við að borða þessi tippi á þessum lömpum. Nei. En við borðum hjörtun. Ég er svo sem ekki prófaði þeim. Nei. Ég myndi mér bara að segja sikt eða svona, það er myndi að býta í gegnum. Það er nú að brjóst. Já. Æ. Bara brassera það. Það er það bara rífa niður. Já, nú held ég að við séum bara komin út í vitleysu. Já, smá. Rugluna. Já, ég ætla þá bara að taka það að mér að vera þroskað halinn hérna á okkur þrjá. Þetta er í fyrsta skipti. Kæru hlustendur. Og ég mér langar bara að þakka þig kærlega fyrir komuna. Það er bara takk hérlega fyrir að fá mig. Ég bara geggjað að fá þig og bara gaman að spjalla við þig og ég ætla að kíkja á TikTok í þitt. Já, gerðu það. Já, bendum alla og hvetjum alla til að kíkja þangað. Já, og Instagram fyrir tartubandunni, eða vilji. Já, akkurat. Er það dýrar kökur hana hjá þér?
Nei, bara svona venjulegar. Bara Venjulegar. svona, 100 skall. já, 12 manna terta, 100 já. Nei, þeir allan að verða ekki svikin. Nei, alls ekki, sko. Geggja kukur og... Já, ég legg líka astnalega mikið tíma í allt sem ég gerir, sko. Ég held að skilja mig aldrei út á plús. Allan þegar ég fæ að, gera mitt, sko. En ég elska það. Já. Þannig að- Hæðislegt. Gangið vel í framtíðinni. Herru, bara takk kærlega fyrir það og takk fyrir að fá mig. Já.